Það hlýtur að hafa verið síðdegis einhvern tíman í lok ágúst sem Múmínsnáðinn og mamma hans fór inn í dýpsta hluta stórskógarins. Þar ríkti grafarþögn og það sást svo illa á milli trjánna að það var líkt og komið væri rökkur. Hér og þar uxu risa blóm sem vörpuðu frá sér birtu, líkt og fjöldi blaktandi ljósa, og meðal skuggana í fjarska hreyfðust litlir skærgrænir deplar. Ljósormar, sagði Múmínmamma, en þau höfðu ekki tíma til að nema staðar og skoða þá nánar. Þau voru nefnilega að leita að hlýjum og notalegum stað þar sem hægt að byggja sér skjólgott hús fyrir veturinn. Múmínálfar þola alls ekki kulda, svo húsið yrði að vera tilbúið í októberlok. Þau héldu ferðinni áfram æ lengra inn í þögnina og myrkrið. Innan stundar fór Múmínsnáðinn að finna til hræðslu og spurði mömmu sína lágmæltur hvort hún hélt að það væri einhver hættuleg dýr þarna í grendinni. Varla, sagði hún. En það er samt kannski best að við göngum dálítið hraðar. Ég vona að við séum svo lítil að við sjáumst ekki ef eitthvað hættulegt birtist.